Þátturinn unnin í samstarfi við verkefnið Brothættar byggðir á vegum Byggðastofnunar. Velkomin aftur í uppskriftagóðum degi á Bakkafirði. Í þessum þáttum förum við á N4 landið og finnum út hver uppskriftin sé að góðum degi á þeim tiltekna stað. Og í þessum þætti ætla ég, Ásthildur, að fara með ykkur á Bakkafjörð. Í seinasta þætti talaði ég við kærustuparið Þóri og Sædísi og fékk að vita aðeins meira það hvernig að búa á Bakkafirði og að vera ungt par með börn á þessum litla stað. Svo þurfti ég líka að sjá hvað hægt væri að bralla þar, þannig ég fór með Þóri og fékk að skjóta úr byssu hjá honum. Hann kynnti mig fyrir Önnu Maríu systur sinni, Alexander og Sunnevu sem drógu mig með sér að stökkva fram af klettum út í sjó. En eftir það fannst mér tilvalið að kynna mér aðeins sögu Bakkafjarðar og komst að því að Bakkafjörður hefur ýmsa drauga að geyma. En í þessum þætti ætlum við að kynnast því hvað að finna í kringum Bakkafjörð, ásamt því að tala við tvo menn sem búa á Bakkafirði, hann Kela og Kristinn. Keli sér gistiheimilið Skólabakka, sem við Tjörfi tökumæður vorum svo heppin að fá að gista á, og síðan á sjoppuna á staðnum líka. Við urðum að kíkja þangað til að byrja með og fá að kynnast Kela. Já, ég heiti Þorkell Gíslason og ég rek hérna gistiheimili og lítinn diner hérna á Bakkafirði. Gistiheimili heitir Skólabakki. Það var sem sagt skóli þar sem var lagður af og það eru sem sagt 4 ár síðan. Og var þá út af því að það voru svo fáir nemendur eftir, fáir krakkar í þorpinu. Og þannig að þetta var bara spurning að gera eitthvað nýtt og nýta húsnæðið. En skólinn ennþá fyrir hendi, sko. Breytti honum bara í gistiheimili. En ég náttúrulega bara málaði bara kennslustofurnar og flutti allt dótið, skóladótið upp á loft, þannig að það heill skóli þar upp á lofti. Og dænerinn heitir Hafnarbakki. Já, þetta var gamla kaupfélagið og það hafði verið, ég man ekki alveg hvenær þeir hættu að reka búð hér í því. Og þá ákváðum við bara að setja hérna upp svona lítinn dæner og svona stað sem væri þá kannski samkomu staður fyrir líka fólki hérna. Við getum verið með spilakvöld og pubquiz og vorum með tónleika hérna núna, fyrstu tónleikana á sunnudaginn og það var mjög gaman. Og þannig að þetta svona vonandi nærði að vera svona samfélagsmiðstöð. En ástandið náttúrulega í vetur sem náttúrulega gerði það þannig að enginn mátti hittast og þannig að það eyðilagði svolítið fyrir. Já, þetta nú alltaf svona byrjandarreit og hérna ég sem sagt með bara mjög einfaldan matseðil. Ég yfirleitt bara með svona hamborgara, kjúklingaborgara, fish and chips og svo breyti ég stundum til með eitthvað og það svona bara byrjunin á þessu. Ég hérna með líka litla búð eða svona mini-market og þar sem fólk getur fengið það nauðsynlegasta sem það þarf hverju sinni en svo nota ég þetta náttúrulega líka sjálfur þannig að þetta passar ágætlega saman. Þetta verkefni sem unnið með sem sagt Langanesbyggð og Byggðastofnun Brothættum byggðum og það var ákveðið að leggja peningi það að reyna að byggja hér upp ferðaþjónustu á Bakkafirði. Ég var bara svona, hafði áhuga á því að prófa eitthvað nýtt og stökk á þetta þegar mér bauðst það. Já, ég sé framtíðina bara nokkuð bjarta í þessu og hérna þetta það að koma fjármagn í það að gera upp hér til dæmis gömul hús og hérna laga hérna svæðið við gömlu höfnina og á að setja hérna allskins merkingar og síðan hérna
á að vera einhver heit sjávarlaug hér sem á dagskránni. Hérna á að vera útsýnispallur. Þetta allt eitthvað sem vonandi trekkir að. Þeir eru náttúrulega að hugsa að reyna að gera svæði meira aðlaðandi. Þannig að það opnist á möguleikar að vera með fleiri möguleika á störfum og gerir þetta bara meira ferðamanna vænt. Og það myndi þá náttúrulega hjálpa til. Af því að á svona stöðum þá er vinnan alltaf nokkuð einhæf. Þannig að það er ágætt að vera með einhverja fleiri möguleika í stöðinni. Þetta leit vel út í byrjun febrúar, þá var ég kominn með fullt af gistinóttum. En svo hvarf það bara allt í COVID-fárinu og gerðist í raun og veru ekki neitt fyrir bara í byrjun júlí. Og þá byrjaði að vera reytingur en nú er þetta svona ágætt. En það er eitt sem ég er alveg viss að það á eftir að koma fleira fólk á þetta svæði. Ég er alveg viss það. Má ekki bara bjóða ykkur að fá á matseli? Það væri frábært. Ja. Takk hérlega fyrir. Takk sömuleiðis. Eftir viðtalið við Kela kynntust við honum Kristni sem hefur búið á Bakkafirði heillengi eða 18 ár og hafði hann áhugaverða sögu að segja. Við erum núna að flaka fisk og sprauta og salta. Já, við ákváðum það að kona mín hefur gaman að rækta svona dótarí og við ákváðum að fara út í það að pröfa. Hún er atvinnulaus nokkra mánuði á ári og þannig að við ákváðum að fara út í það að sækja styrk fyrir gróðurhúsi og þannig að við keyptum gróðurhús núna, erum búin að kaupa gróðurhúsi, fengum styrk, keyptum gróðurhús og nú verður það bara í ágúst-september sem að það verður endanlega reist upp og við keyptum 2 gróðurhús sem er reyndar ekki stór en innra gróðurhúsi verður upphitað og með svona vetrar upphitun með forvar eða fyrirvinnu fyrir vorið og já þannig að við ætlum að reyna að rækta grænmeti og pröfa okkur áfram. Hún er voðalega lagin við eitthvað sem vex úr moldinni. Þannig að þetta er bara mjög spennandi og gaman. Hugmyndin hún er líka reyndar að steypa úr lökum og öðru. Hún er svolítið listamaður hún býr til blómapotta úr lökum og jafnvel nærbuxum af mér og öðru. Þetta er allt. Hún steypti dúkku sem er nú margir túristar búin að stoppa við og taka myndir og búin að fá fara um garðinn og taka myndir. Og hellingur framundan. Ég flutti hingað 27. ágúst 2002, bara kyrrðin og ég svo losum, bara fólki hefur reynst mjög vel. Þetta er orðið lengsti tími sem búin á einu stað á landinu og þannig að ég kom bara fyrir 1 ár til að pröfa. Keyptum okkur viðlagshús, byggðum það upp og það er orðið bara fallegt og fínt hús í dag og viðurkennt og bara vinnan og bara móttökurnar sem ég fékk. Þetta er bara svona notalegt og svo umhverfi og náttúrulega. Þetta er bara, kannski er ég að tala eins og hippi, en samt sem áður þá er þetta bara þetta er kyrrðin, þetta er notalegt og þetta er bara
skilur. Það enginn fyrir hver öðrum og það allir með nóg pláss og ef það eitthvað vandamál þá getur maður leita til nágrannans. Þetta bara, já. Eftir þetta ákváðum við að kíkja aðeins í kringum Bakkafjörð á Þórshöfn, en á leiðinni sáum við kirkju og ákváðum að skoða hana nánar. Erfitt að segja til hvenær saga Skeggjastaðakirkju byrjar, en sagt að kirkja hafi verið á Skeggjastöðum allt frá því eftir kristnitöku árið 1000. En í kirknaskrá Páls biskups Jónssonar frá 1200 sagt frá kirkju á Skeggjastöðum og það líklega elsta heimild kirkju á Skeggjastöðum. Ég fann síðan ljóð eftir Kristján frá Djúpalæk tileinkað kirkjunni sem hljóðar svo. Þótt fílabeinsturnin sem trúmanns dró á tálar sé löngu brendur, við kliðandi útsæ með krossi á burst, en kirkjan vor gamla stendur. Og bjarg það hún reyndist sem brotnar á, hver bára fagnaðs og ama, og holskefla breytinga hraðfleg stund, en hún ætíð hinn sama, og lifendum jafnt eins og látnum enn, hinn lágreista kirkja fagnar, og býður á skriðarstað Guði vígð í garð mikilla þagnar. Áfram héldum við svo með ferð okkar yfir á Þórshöfn, þar sem við fréttum af gistiheimilinu Sandur. Við fengum sér að koma í þetta gistiheimili sem heitir Sandur og danskur kaupmaður átti þetta en núna keypti eigandi bárunnar þetta hús og gerði það upp og það orðið ótrúlega flott og það eru ýmis herbergi hérna fyrir bæði fjölskyldur og einstaklinga og pör og við fengum að skoða þetta er ótrúlega flott þannig að endilega kíkja á þetta ef þið komið á Þórshöfn. Svo hægt að fara á kajak á Þórshöfn og sjálfsögðu ákveði að skella mér á eitt svoleiðis. Kajakinn var unaðslegur. Þegar vatnið stillt og þögnin alger þá tilvalið að fara aðeins á vatnið. En nú vorum við Tjörfi og þeim svöng þannig að við kíktum inn á veitingahúsið Báran þar sem við fengum dýrindis mat. Nýveittan fisk og kjöt úr héraði. Ljúffengt annað. Þetta er ótrúlega gott.
veitingastað og fær góðan mat, þá er nauðsynlegt að fá sér eftirrétt. Ég ætla að fá mér gulrótarköku. Eftir báruna fannst okkur tilvalið að kíkja á flugvélaflak sem við fréttum af. En á leiðinni lentum við í einni heljarinnar árás. Ótrúlegt af því að mér finnst þess að sumir, eða flestir vita ekkert af þessu. Ég allan að vissi ekki af þessu sjálf, en allavega þeir sem eru að koma á svæðið, þá mæli ég með að kíkja á þetta. Þetta er mjög góð. Við erum mætt hérna á flugvélaflakið á Suðurnessi, rétt hjá Þórshöfn, og það er nefnilega mjög áhugaverð saga á bakveðana og mér langar að fleiri skoði þessa, þó að ég lendi kannski í kríuárás rétt á henni komið. Það var þetta mjög áhugavert og svo þess virði, vegna þess að það er 51 ár í ár síðan að flugvélin brotlenti með 2 flugmönnum og 4 sem voru í flugvélinni. Það var sem sagt herflugvél frá Bandaríkjunum og þeir fengu eitthvað vitlaus skilaboð. Þeir fengu skilaboð að það væri gott veður, að þeir gætu lent henni og síðan 15 mínútur seinna. Það var ekki eins gott veður, þannig að þeir lentu í því óhappi að flugvélin skekkist til hægri og vængurinn fór í, þannig að þeir brotlentu, en það dó enginn sem betur fer. Og þessi minnisvarði kom hérna upp 2016 þetta. En núna eru bara eiginlega kindur sem búa í þessu og svoleiðis, en mjög gaman að skoða, þannig að við mælum með þessu. Eftir við komumst loks frá kríunum, þó það hafi verið alveg þess virði, þá ákváðum við að leggja stað aftur á Bakkafjörð. Bakkafjörður hefur svo gríðarmargt upp á að bjóða og ég er ekkert smá þakklát að hafa fengið að kynnast því aðeins. Bæði fólkið, tengslin, atvinnumöguleikar og afþreyingin. Takk fyrir mig í bili, Bakkafjörður. Sjáumst næst!
Við erum mætt í Mývatnssveit og vert að taka fram að á leiðin til Bakkaferðar eða tilbaka er hægt að fara á Daddy's Pizza og fá sér smá pítsu og það ætlum við að gera, þannig að komum við með. Þátturinn er unninn í samstarfi við verkefnið Brothættar byggðir á vegum Byggðastofnunar.